Já, góðan dag öll. Þið heyrið alveg í mér. Ég þarf ekki endilega að tala voðalega hátt. En ég ætla nú að fá að lifa með það á þessu degi að náttúrulega óska ykkur til hamingju með þennan pálmasunnudag. Og það er ekki ónýtt að við höfum okkar pálma til þess að sveifla og við getum lengi verið undir pálmunum og fá að nota þess að vera það sem að pálmarnir eru. Og hluti af þessum pálmum er þú og ég. Það sem pálmarnir vaksa, þar koma ávextir og það er svo merkilegt með pálmatrén því sem ekki þekkju þau. Okkur finnst pálmarnir vera bara hitabeltin og það er alveg hárrétt. En vitið þið, á þurrasta stað í Ísrael, þar vaksa pálmar. Og rætur þeirra ná alveg niður í salta vatni í Dauðahafi. Þeir skilja saltið eftir en hirða vatnið. Þetta er alveg stórfurðulegar plöntur. Gyðingar geta notað pálmana frá alveg toppi til táar, getum við sagt. Þeir nota blaðagreinarnar til þess að búa til tjaldbúðir. Þeir nota stofnin til þess að búa til alls konar verkfæri og saga niður í timbur og þjalir og borð og stóla og ég veit ekki hver ósköpin. Þeir nota ræturnar til þess að búa til alls konar miði og söft og sjóðið upp og þannig þeir geta notað þetta allt saman og ekki síður ávextina. Ávöxtur pálmana, döðlurnar, við tölum döðlu pálman, við tölum hneturnar, allt saman er þetta okkur ætt. Og það er svolítið athyglisvert að þessi planta var notuð á pálmasunnudegi og þess vegna ber sunnudagur þetta nafn af því að þeir lögðu pálmagreinarnar á götuna. Svo þegar Jesús Kristur kom ríðandi á ösnufóla að þá fékk hann konunglegar móttökur. Og þetta er alveg frábær atriði sem að við getum nefnt hérna varðandi pálman. Lúkas segir frá þessu. Ég ætla aðeins að fara með ykkur í Lúkasar guðspjallið og þeir eru svo fleiri guðspjallamennir sem tala þetta. En við skulum koma í Lúkas 19 og þar er verið einmitt að fjalla þetta frábæra þegar Jesús kemur ríðandi inn til Jerúsalem borgar. Og það er alveg greinilegt að í 37. versinu þegar hann var að koma þar að sem farið ofan af Olíufjallinu hóf allur flokkur lærisveina hans að lofa Guð fagnandi hárri raustu fyrir öll þau kraftaverk þeir höfðu séð og segja blessaður sé sá sem kemur konungurinn í nafni drottins, friður á himni og dýrð í upphæðum. Ég farið þessa leið, ég farið nokkrum sinnum til Ísraels og ég farið leiðina ofan Olíufjallið og það er bara leiðin, hún er núna þekkt, vel þekkt. Það er svona ákveðin kirkja eða klaustur sem er á leiðinni. Við stoppum yfir þar, höfum svona hugleiðingu og lesum þennan texta. Þegar Jesús kom að borginni og það var fögnuður að hluta en í hjarta Jesú Krist var grátur. Það var ekkert endilega gaman fyrir hann að koma til staðarins sem líflét spámennina, þið vitið. Þú sem líflætur spámennina. Það var svona dökkt ský yfir borginni. Sagan segir og sagnfræðin talar að þetta dökka ský, það var yfir borginni og það var ekki búið að ryðja skýjunu í burtu. Því að ennþá var sagan spámennina sem voru teknir að lífi. Þeir voru sendið til Jerúsalem borgar til þess að boðinni frið og boðinni iðrun og veitinni hlutdeild í að vera þáttakendur í verki Guðs almáttugs. Og Guð var búinn að meira þess að segja þeim. Hann ætlar að láta nafn sitt búa þarna alla eilífð. Enn í dag förum við á þennan stað þar sem Jesús Kristur grét yfir borginni. Við vitum hvaða leið hann fór og við vitum alveg að borgin blasir við og sagan verður svo lifandi. Og það er svo athyglisvert líka frá mínu sjónarhóli séð. Þegar ég fer inn í þessa sögu, þá er ég að sjá hvað sjónarvottarnir sáu, hvað þeir sögðu. Og sagan sem við erum að tala og heitir Guðspjallamaðurinn segir og Guðspjöllin tala þetta er saga sjónarvotta. Þessi vika sem nú byrja með á pálmasunnudegi, þetta er vika þar sem að best skráða sögulega heimild er til sem nær yfir heila viku.
Það hefur engin fornleifa sögn lifað jafn lengi og jafn nákvæmlega eins og píslasaga Jesú Krists. Það vitað frá degi til dags. Það vitað hvaðan hann kom, hvert hann fór, hvaðan hann stoppaði, hvað hann sagði. Þetta svo vel skráð og ég tala ekki þegar við komum að föstudeginu langa, þá hægt að lesa söguna frá klukkutíma til klukkutíma. Þegar hann tekinn í Getsemane garðinum, þegar hann yfirheyrður, þegar hann pyntaður, þegar hann krossfestur, þið vitið hann komin á krossin klukkan 9, þegar hann fer að tala á krossinum, 7 sinnum talar hann, ræningjarnir töluðu einu sinni. Einu sinni. Og það var læknir sem gaf skýring á því. Mér þótti skýringin alveg nístandi. Hann sagði við það að maður tali sem á krossi, þá þarf hann að hefja sig upp. Af því öndunin svo grunn. Hann getur ekki talað að öðru leyti. Hann þarf að spyrna í naglana. Hann þarf að toga í með höndunum og fylla lungun til þess að hann geti talað. Þetta gerði ræningjarnir einu sinni. Þetta gerði Jesús 7 sinni. Þín og mín vegna. Hann þjáðist og hann lítillækti sjálfan sig. Og sjáu þið hvað þetta merkilegt þegar við förum í þessa sögu og við byrjum bara á pálmasunnudegi hvað þessi meitlaði boðskapur og meitlaða frásaga segir okkur eðli Guðs til þín. Hann sendi son sinn í þinn stað. Þú veist, þetta var það sem að okkur var ætlað. Við áttum að ganga píslargönguna. Við áttum að taka út refsinguna. En við sluppum. Hefur þakkað Guði fyrir það? Hefur nokkuð tímann áttaði á því að það var hann sem tók refsingu þína á sig. En við höldum aðeins áfram. Nokkri farisear, það 39. versið, í mannfjöldana sögðu við hann meistari, hasta þú á lærisveina þína? Hann svaraði, ég segi yður, ef þeir þegja munu steinarnir hrópa. Takk fyrir. Það bara heilmikið grjótkast ef við þegjum. Ef að hvítasunnuðsöfnuðurinn þagnar á Íslandi. Ef að henni trúuðu eru þaggaðir eins og reynt að gera núna. Nú komin löggjöf á Íslandi. Það verið að reyna að beina okkur inn á þá braut að orð okkar megi ekki flokkast sem hatus orðræða. Við megum ekki kalla synd. Við megum ekki kalla rangt. Það má engan styggja. Þú veist, það verður allir að vera vinir. Þetta eins og dýrin í hálsaskógi, að öll dýrin í skóginu voru vinir. En vitið þið að veröldin hér á Íslandi, hún ekki þannig að menn vilja vera vinir Guðs. Aðeins einn aðili sem var rekinn út úr paradís, sem var rekinn í burtu og fékk ekki að gefa ávöxt af lífsins tré. Hann hefur ekki verið velkominn inn í mannlegt samfélag frá aldaöðli. Það vil ekki að enginn hafa Guð yfir sér og með sér. Það vil ég að allir hafa Guð í vasanum. Guð á að hlýna mér, þið vitið. Við mennirnir eru svolítið ráðríkir hvað það varðar. En Guð ekki kominn til að vera okkar þjónn. Hann kominn til að gera okkur að sínum þjónum. Hvernig líst ykkur á? Það ágætt að breyta stöðuna. Jesús kemur hérna stendur fram fyrir þeim og þeir eru einmitt að segja við að Jesús þakkaðu niður í þeim. Ekki láta það hrópa svona hátt, Hósíanna Davíð sinni, blessaður sá sem kemur í nafni drottins. Af hverju máttu þeir ekki segja þetta? Af hverju áttu að þakka niður í þeim? Hvaða trúar viðhorf voru þarna í gangi sem gerir það verkum að mennirnir, þeir vildu þakka niður í lofsöngnum Guðvorð. Sjá hvað þetta merkilegt. Og við erum alltaf að reyna að fá í svona söfnuðum, þar sem samkomin eru, við erum að reyna að fá alla til að taka þátt í því að við lofum Drottin. Lofum Drottin okkar og frelsara. Ef að þú lofar ekki Guð, veistu hvað hann notar þá? Þá eru grjótmögnuð lofgjöld. Hann notar steinana. Ég man að það var einn maður í Vestmannaeyjum, hann var svolítið skemmtilegur. Hann var kallað Stein á Kirkjulandi. Einhvern tímann sagði við eina frænda, Einar í Betel, Einar, það talaði mig í Biblíunni. Og
Einar frændi vissi ekki alveg hvert að var að fara. Hvað segirðu, Steini minn? Talað þig í Biblíunni? Já, það talaði að þessi þegar munu steinandi hrópa og ég steini á kirkjulandi. Og mennið sem heyrði í steina, þeir náttúrulega sáu fyndina í þessu. Og það var svolítið skemmtilegt þegar menn geta notað sitt eigin nafn og sett sig inn í kringumstæðurnar. Ef þessi þegðu, þá skal ég hrópa. Ef þessi þegðu, þá skal Snorri tala. Og það bara alls ekki ónýtt fyrir okkur að hugsa málun okkar þannig, systkini, að Guð ætlast til að við séum hluttakar í pálmasunnudegi Hósíanna, blessaður sá sem kemur í nafni Drottins. Heyri, amen. Það kemur hérna líka, ég ætla að fara með ykkur áður ég fer lengra í kaflan, ég ætla að fara með ykkur í Jóhannes 12, það sem einmitt talað þetta sama, það er Jóhannes og Lúkas eru látnir nota, ég nota þá í báða til þess að tala þennan atburð, af því að í fyrri hluta þessa dags, að þá er orðið tekið, Biblían, gömlu sálmandinn, spádómandinn, þeir eru teknir og þeir eru notaðir. Og Jesús, hann segir frá því, Jóhannes segir frá að Jesú, að hann sá mikinn mannfjölda sem komið var til hátíðarinnar, og þetta er 12. vers í 12. kapitulunum, og að Jesús væri að koma til Jerúsalem. Þeir tóku þá pálmagreinar, fóru út á móti honum og hrópuðu, Hósanna, blessa sig sá sem kemur í nafni Drottins, konungur Ísraels. Hvað þýðir Hósanna? Á hverju ekki þýtt? Við vorum að syngja hérna á hann, Hósanna, Hósanna, Hósanna í hæstum hæðum, og við fáum þetta eins og, þetta sé ykkur lofgjörð. Það ekki? Hvað þýðir þetta? Góð spurning, Guðný. Og nú ætlum ég að fræða í hebresku. Þetta þýðir frelsa oss. Þetta er svo athyglisvert. Ég veit ekki af hverju þið þýddið þetta ekki, en orðið Hósanna, þetta er byrjunar hróp gyðinganna þegar Jesús kemur, frelsað okkur. Frelsað okkur. Messias, frelsarinn, var að koma. Þeir fengu að vita á hebreskunni að þetta var frelsari mannana sem að þeir voru að leggja pálmagreinarnar yfir. Og ekki bara það, þeir tóku fötin sín og lögðu klæðin yfir veginn. Myndið þú hátta þig fyrir Jesúm Krist? Myndið þú gefa honum svona heiður og dýr? Myndið þið konur fara úr kápunum ykkar? Ég veit að þið munið eftir því að stundum hafðu séð í svona gömlum kvikmyndum þegar konurnar í villta vestrinu voru að fara yfir drullug strætin, þá voru svona kúrekarnir sem voru heiðarlegir, þeir fóru úr fötum og lögðu jafnvel í drullun og leyfðu konunum að ganga yfir hreinum fótum. Hvað gerum við þegar Jesús Kristur kemur til okkar? Leyfum hann að koma til okkar eins og hann er? Eða ötu við hann auri? Má Jesús segja það sem hann þarf að segja? Megum við hlusta á hvað hann hefur að segja? Má flytja Guðs orð á Íslandi þannig að þessi Guðs orð óskorðað, ósneitt, ekki ritskoðað? Vitið að ég hef þakkaði Guði fyrir táknið sem ég fekk í fyrradag. Þess að fréttablaðið væri hægt að koma út. Og bara ég sagði í hjarta mínu, amen. Hvað hefur ég mótið fréttablaðinu? Þetta málgagn, það hefur talað ödulast fyrir fóstureyðingum, fyrir samkynhneigð, fyrir alls konar háttalagi manna sem við köllum siðrof. Mátti þetta blaði bara ekki fagna? Ég segi ef að það hefur lokað á, ég sendi þeim einu sinni grein 2018 og sendi þeim grein í blaðið í byrjun árs 2018. Vegna þess að ég var með söguna frá henni Þóru, stjúpans Kitta. Þóra sagði okkur þá sögu í bókinni sem hún gaf út að árið 1917, milli jól og nýjárs, þá kemur skeyti frá Eimskipum, frá skipafélagi, sem segir, Artur Gúk, þú á 3 tonn af kolum, þau eru komin til þín frá Englandi. Og Artur Gúk hafði ekki haft hugmynd þetta. Og hann á Akureyri og kolin komin til Reykjavíkur. Og hann var í vandræðum og segi, 3 tonn af kolum? Býtu, hver sendi mér 3 tonn af kolum? Ég hef ekkert pantað neitt. Nei, þetta var bara gjöf til starfsins. Frá Liverpool kom þetta. Og hann fer með skeytið
til kólasalans á Akureyri og það var trúlega pabbi hans Ævars, hann var þá í kólasölunni og Artur kemur með blað og segir, heyrðu, heldur ég gæti skipt á kólum. Ég er með 3 tonn af kólum í Reykjavík, gæti ég fengið að taka þau út hér á Akureyri, þá slepp ég við flutningskostnaðinn. Já, segir Steini, og var ekki mikið mál. Artur hann byrjar á sama dag að flytja kól upp á Sjónarhæð. Hann kom með 3 tonn af kólum 7. janúar 1918. Vitið hvað gerðist þá 7. janúar? Á allt í einu kólnaði skyndilega í lofti. Þá kom frostaveturinn mikli sem var svo ægilegur að það mældist 40 gráða frost í Landeyjum. Kuldinn bara kom og greip landið. Heitustu samkomur sem hægt var að fá þá voru á Sjónarhæð á Akureyri. Hann kynnti vel og það má alveg segja þessa sögu til þess að við gefum Guði dýrðina. Þeir vildi ekki birta þessa sögu í Fréttablaðinu. Á hverju? 100 árum síðar mátti hún ekki heyrast. Eða var ég að segja eitthvað sem Fréttablaðið vildi ekki að veri talað á síðum blaðsins. Tala Guð, mátt Guðs og kraft Guðs. Systkini, áttum okkur á því að við þurfum heilagan anda til þess að hann vinni í okkur, til þess að verk hans verði svo hjá okkur að við getum hrópað Hósíanna, blessaður er sá sem kemur í nafni Drottins. Og megi það vera svo hjá okkur að þetta ákall verði þannig að við kyndum hjartastöðvarnar upp og við leyfum blessun Guðs koma yfir okkur og vera í hug okkar svo Guð fái mann sem getur notað og við eigum greiðan aðgang að Guði almáttugum lands okkar vegna. Nú sé ég að Dóri sé farin að fá hlustaverk. Ég skal aðeins lækka í mér. Ég tek bara míkrófoninn í burtu. En ég vil að þið heyri þetta. Ég vil að þið takkið eftir þessu. Og þetta er svo athyglisvert með þessa sögu, þessa einu litlu sögu sem passar við daginn í dag. Þeir hrópuðu. Hósanna, blessaður er sá sem kemur í nafni Drottins, konungur Ísraels. Jesús fann ungan asna og settist á bak honum eins og skrifað er. Ritningarnar rættust. Óttast ekki Síón, sjá konungurinn kemur til þín ríðandi á ösnufóla. Hann vísa til þess, þessi spádómur, talað var hann 500 árum áður en Jesús fæddist. Hann í bók Sakarías spámanns og þegar við hrópum Hósíanna Davíðssyni, blessaður er sá sem kemur í nafni Drottins, þá er þetta tekið úr Davíðsson með 118. Komið með mig þangað. Það er svolítið athyglisverður kafli, því að Davíðsson með 118, hann er sko ekki hvað sem er, en ég hef gaman af því að tengja þetta svolítið saman vegna þess að ég trúi að Biblían, hún sé svo samansaumuð að hún er öll Guðs orð. Og ég geng þannig út frá sögunni að það sem að Biblían er að segja við okkur, það er allt Guðs orð. Og ef þú getur efast einhverja eina setningu eða 2, taktu heildina, taktu söguna. Sagan sjálf er Guðs orð. Nú kom við Davíðsson 118 og hann rætist á dögum Jesaja. Og ég ætla að fara með ykkur í það orð sem að passa við þennan dag. Það er 25. og 27. versið. Það er sagt í 25. versinu, Drottinn hjálpa þú. Drottinn gef þú gengi. Þetta er sama Hósanna. Hósanna Davíðssyni. Hjálpa þú, bjarga þú, gef þú gengi. Og svo halda þeir áfram og segja, blessa þessi sá sem kemur í nafni Drottins. Frá húsi Drottins blessum vér yður. Drottinn er Guð, hann lætur að skína ljós, tengið saman dansræðna með laufgreinum, allt inn að altarishornunum, gleðjist yfir því sem Guð og Jesús Kristur hefur gert. Leyfið því að koma fram hjá ykkur að þið eigi hlutdeild í fögnuðinum. Ekki láta trúarlífið fara í leiðindi og vera einhverja myrkra göngu. Leyfið trúarlífinu ykkar vera í ljósinu, vera í sannleikanum og jafnvel þó þið fara dimman dal, því lífi mætir okkur, óttist þið ekki. Því að hann er hjá mér, sproti hans og stafur hugga mig.
Þannig að þegar við göngum í gegnum erfiðleikana og þjáningarnar, hættum að mögla og kveina og kvarta eins og engin lausn sé til. Gleðjumst yfir því að við eigum Guð að. Sæll er sá er situr í skjóli hins hæsta, sjáu þið. En þessi Davíðssálmur 118, hvað er líka merkilegt við það? Vitið hvernig það rættist á okkar dögum? Vitið hvað er að rætast? Skulum fara með ykkur í 6 daga stríðið. Gyðingarnir þeir voru búin að berjast í Arabana í viku og allt í einu þá eru búin að ná Jerúsalem og vinur okkar Moshe Dayan, hann kemur þarna í herklæðum og gengur að grátmúrnum. Og hann byrjar á því að taka lítinn miða og stingur inn á milli steinana, hann fer með sína bæn, svo hverfur hann á braut. Og leið og hann var horfinn á braut, þá ruku blaðamennirnir til með myndavélar og þeir kipptu miðanum út og flettu upp. Hvað var Moshe Dayan að segja? Hvað var hershöfðingi Ísraelsmanna að segja? Hann vitnaði til Davíðssálms 118 og sjáu þetta vers hérna, hlustið á það. 23. versið, að tilhlutan drottins er þetta orðið. Það er dásamlegt í augum vorum. Hann lét orð drottins sem að geymir orðið hósanna, blessaður sá sem kemur í nafni drottins. Hann lét það líka vera lifandi orð í 6 daga stríðinu. Ertu tilbúin að taka orð drottins? Setja það inn í huga þinn og hjarta. Leyfa því að vera geymt milli steinana þinna svo að það fá að lofa drottin okkar og frelsara. Þú hefur hlutverk að gegna, kæri bróðir og systir. Við leyfum orðið Guðs að heyrast. Ég er ekki alveg búinn. Það kemur rétt á eftir. En sjáu fleira. Nú ætlum ég að fara með ykkur þegar Jesús Kristus grætur yfir borginni. Þetta er alveg stórmerkilegt. Ég ætla að fara með ykkur í Lúkas 19 aftur, 41. versið. Æ, hvað þetta var rosalegt þegar hann kom að borginni og ég hugsa oft þennan ritningarstað þegar ég var að ganga niður Olíufjallið og rifja þá sögu upp sem að við höfum hér. Og hann kom nær og sá borgina, grét hann yfir henni og sagði, ef þú hefðir aðeins vita á þessum degi hvað til friðar heyrir, en nú er það hulið sjónum þínum. Því að þeir dagar munu koma yfir þig að óvinir þínir munu gjöra virki þig, setjast þig, þröngva þér á alla vegu, þeir munu leggja að velli börn þín sem í þér eru og ekki láta standa stein yfir steini í þér vegna þess að þú þekktir ekki þinn vitjuna tíma. Þetta var kveðjan sem borgin fékk. Þetta var orðin sem komu fram að munni Jesú Krists. Þetta var Guð að tala. Þá átti borgin ekki nema 40 ár eftir. 40 ár. Við getum sagt, það var innan við mannsaldur. Og hvers vegna var þetta? Jú, þeir höfðu sáð og nú var komin uppskera. Nú var komin tími til þess að þeir fengju uppskjöruna í hús. Og vitið þið, gyðingum líkaði ekki uppskera. Vitið þið hverju gyðingar eru að sá í dag? Ég sá í mann sem rekur kristna sjónvarpsstöð í Jerúsalem. Hann heitir Joel Rosenberg. Hann sagði frá tillögu sem komin upp í Knesset. Það eru 2 þingmenn sem eru komnir í stjórnina hjá Netanyahu. Og þeir eru með þá tillögu að það veri gert að saknæmu athæfi að snúa gyðing til kristinna trúar. Það kostar 1 árs fangelsi eða sannast að þú snýr gyðing til kristinna trúar og hann er yfir 18 ára aldri. 1 ár. Ef hann er undir 18 ára aldri, þá kostar það 2 ár í fangelsi. Þetta er tillaga ennþá. Þetta er ekki fyrsta skipti sem þeir leggja fram þessa tillögu. Hún hefur komið fram áður. Þeir eru búin að vera samkvæmir sjálfum sér. Gyðingarnir eru enn í dag andstæðingar Jesú Krists. Hefur þið áttað á því? Sjáu hvað er að gerast, að andinn sem var í Jerúsalem á dögum Jesú Krists, hann er enn þann dag í dag yfir þig. Og er ekki það þetta sem að Hallgrímur Pétursson talaði óskina köldu sem rættist. Að enn í dag bera þeir hennar gjöld, segir hann.
Hugsið ykkur hvað þetta voru mikil mistök hjá gyðingunum að hrópa þarna Hósanna Davíðssyni, blessaður sá sem kemur í nafni drottins, og seinna í vikunni þá voru þið saman komnir frammi fyrir það Pílatusar og sagði burt með hann, gef oss Barabbas lausan. Almennis álitið fljótt að breytast í vitið. Ef þú ætlar að vera trúaður einstaklingur, ekki reiða þig á hvað almenningur segir. Ekki treysta því að þú hafir alla Keflvíkinga með þér. Ekki treysta því að allir á Íslandi klappir og segir gott, ég hrifinn af því hvað þú trúaður. Yfirleitt þá munið segja við þig, þú stingur okkur, þú meiðir okkur, þú eyðileggur. Svona bara lífið. Og hvað hefur að gera við því? Leyfiði orði Guðs hljóma. Það sem svo merkilegt við þennan dag var einmitt þetta. Þeir tóku orð Guðs sér í munn úr Davíðssalmi 118 og sögðu blessaður sá sem kemur í nafni drottins, síðan snerust þeir allir sem einn vegna þess að þeir sögðu burt með hann, gef oss Barabbas lausan. Einn sá aðili sem hefur hvað sorglegustu stöðuna í þessari sögu, það Pontius Pílatus. Ég held að núna séu fermingar í þjóðkirkjunni og þá eru allir prestar að láta börnin læra trúarjátninguna. Kunnið hana. Ég trúi á Guð, föður og almáttugan skapara himins og jarðar og svo framvegis, sko. Ég trúi á hans einkason, Jesús Krist. Fæddur af Maríu mey. Hvað kemur? Píndur á dögum Pontiusar Pílatusar. Þetta eina nafnið sem nefnt í trúarjátningu kristinna manna. Það bara Jesús og svo Pontius Pílatus, aumingja kallinn, þvílík minning. Þetta er svo alvarlegt, og þegar menn gera svona mistök eins og Pílatus, vitið þið, þá hættir nafnið að vera flutt yfir á aðrar, má ég segja, kynslóðir. Hafa til nafni í Noregi sem hét Quisling. Hann gerðist landstjóri Noregs á tímum nasista. Eftir þennan Quisling var engin Quisling til. Ættin eða nafnið í Noregi hvarf. Hitler var nafn í Þýskalandi og Austurríki. Það var bara venjulegt nafn eins og hvert annað fjölskyldunafn. Eftir að Adolf Hitler notaði það og gerði það sem að við vitum hvað gerðist í seinni heimsstyrjöldinni, á bara Hitler ekki til. Þeir þurrkuðu nöfnin út. Það kom svo mikið myrkur yfir nafnið. Og það svolítið athyglisvert líka, orðið Ethialtis í grísku og þýðir martröð. Vitið hvernig það kom inn? Það mjög skemmtileg saga, en auðvitað átakanlegu leið. Persarnir, þeir réðust inn í Grikkland og þið vitum Spartana, það talaði 300 Sparta sem fórnuðu sér fyrir ríkið, þeir brytjuðu Persana niður. Og þessi Ethialtis, hann sá hverslas slátrun þetta var og honum ofbauð hvað margir menn þurftu að deyja. Persarnir gátu ekki barist við þessa Spartverja, því að Spartverjarnir, þeir eru bæði þjálfaðir, sterkir, þeir voru með brynjur úr kopar og stóra skildi úr eir og kopar, og þeir gátu varist mann fyrir mann og þeir studdu hvor annan, og þetta var eins og óvinnandi herlið, bara 300 manns. Það talaði að þeir hafi drepið alltaf 25.000 persa. Við getum lesið síðan árangurinn af þessu stríði í Esterabók. En nóg með það. Þessi maður, Ethialtis, hann fer til Persana og segir, heyrðu, þetta er ómögulegt fyrir ykkur. Þið getið ekki unni Persana, farið þið frekar þessa leið milli fjallana. Hann benti þeim á leiðina milli fjallana bak við Spartana. Og þegar Persarnir vissu þá leið, þá var þessi Ethialtis allt í orðinn landráðamaður. Og hans nafn geymt í grískri sögu sem nafnið yfir martröð. Hvað gert Pontius Pílatus? Hvernig vilt þú finna þitt nafn?
Viltu finna þitt nafn á meðal mannana sem gerðu mistökin hjá Jesú Kristi, kunni ekki að meta hann, kunni ekki að bregðast við og þeir völdu frekar að segja burt með hann, gefur Barabbas lausan. Viltu frekar að fá svoleiðis nafn yfir þig eða Pontius Pílatus? Viltu vera í þeim hópi eða vilt þú segja ég ætla að vera í þeim hópi þar sem drottinn minn og frelsari er. Ég ætla að vera í þeim hópi þar sem ég má vera þekktur af honum. Hann þekkir mitt nafn. Og hvað mun gerast á hinum efsta degi? Ég ætla að ljúka með því að benda ykkur á það. Komið með mér í Opinberunarbókina, 21. kapitulan. Og það svo athyglisvert þegar Jesús Kristur stendur frammi fyrir okkur og við frammi fyrir honum. Og það sagt 20. kapitulinn að hann sá hérna dauðu, stóru og smáa standa frammi fyrir hásettinu. 12. versið í Opinberunarbókinni 20. Og svo segir hann, og bókum var lokið upp, og annarri bók var lokið upp. Það lífsins bók. Og hinni dauðu voru dæmdir eftir því sem rita var í bókunum samkvæmt verkum þeirra. Hvað þýðir það að hafa nafn sitt í lífsins bók? Ertu búin að láta skrá þig? Nafn þitt í lífsins bók. Þegar dómurinn og stóri dagurinn kemur og hver einasti maður stendur frammi fyrir Guði almáttugur, þá ekki spurt hvort að Guð sé til, þá ekki spurt hvort þú trúir á Guð, þá það allt saman fortíð. Nú þarf að vera nútíð, þeir stundur að standa frammi fyrir því, nafn þitt ritað í lífsins bók? Eða það meðal Júdas og Pontius Pílatusar og það með þessara svikara sem sögðu burt með hann, gefur Barabbas lausan. Þetta þarf að vera alveg á hreinu hjá okkur, hverjum erum við að fylgja. Ég ákvað fyrir mörgum árum að frelsast. Ég var 11 ára gamall þegar ég tók niðurdýfingarskírn. Ég var ákveðin í því að gerast kristinn og vera kristinn. Það var ekkert vinsælt á mínum tíma. Þess vegna var ég til þess aldrei fermdur. Ég fór aldrei í lútersku kirkjuna til að láta fermast. Ég fór í Betel til að láta niðurdýfast. Af því ég sá að það var það sem var í orðinu. Að vera kristinn þýðir það að maður fer eftir því sem að Jesús segir. Ekki trúarsiðirnir. Trúarsiðirnir alls konar. Í kirkjum þá yfirleitt gef ég aldrei krossmark eða signi mig helst aldrei. Því að ég trú ekki að þegar við signum okkur að þá séu allt í orðin heilög og þá séu að minnast barnaskírnarinnar. Ég trúi því að heilagur andi og orð hans eigi að búa í okkur. Það eigi að vera í okkur. Það eigi að hafa áhrif á okkur. Dag hvern, nótt og dag, þá ég með orð Guðs í hjarta mínu. Ég vil að orð Guðs ráði mínum og leiði mig og styðji mig. Og þegar ég ákvað að gera Jesúm Krist að leiðtog, frelsara, syni Guðs, þá var nafn mitt skrifað í lífsins bók á himnum. Síðan 60 ár. Og þið heyrið að ég hef ekki skipt skoðun. Ég algjörlega fastur í mínu skoðunum. Og það bara hluti af því að vera kristinn. Við erum ekki að skipta skoðun af því að við höldum að við höfum svo rétt að standa. Heldur, við tökum þessa skoðun sem komin frá Guði almáttugum, skapara himins og jarðar, sem frelsar okkur, lagði sjálfa sig í sölurnar, mætti á dögum Pontiusar, Pílatusar, leyfði honum að pína sig og krýna sig með þyrnikórónunni og hann gaf líf sitt þér þegar hann hékk á krossinum. Og þegar hann hékk á krossinum, þá sagði hann eitt mjög athyglisvert, síðustu orðin hans. Hann sagði ekki, það búið. Það fullkomnað. Það fullkomnað. Sáttargjörðin milli Guðs og manna, sáttmálinn sem gerður var, hann var fullkominn. Ætlar að bæta ykkur við hann? Heldur að þú geti lagað hann eitthvað?
Haldið að guðfræðin í dag geti lagað eitthvað þann sáttmála sem Jesús Kristus sagði við þig á krossinum, það er fullkomnað. Og við eigum þennan sáttmála til þess að hann fái bústað í hjörtum okkar. Ertu tilbúin að taka við honum? Ertu tilbúin að segja við Drottinn og frelsara, já, ég ætla að vera þinn, skrifaðu nafn mitt í lífsins bók á himnum. Ef þú ert tilbúin til þess, komdu hérna fram. Við skulum biðja fyrir þér. Standið upp, við skulum enda þetta með bæn, og bara það að þið komið hérna fram, þá þið að segja, ég ætla að Jesús Kristur verði konungur minn, herra, og að riti nafn mitt í lífsins bók. Heyri amen við því. Amen. Við skulum biðja saman. Jesús minn. Þakka elskaði Herra, við eigum þig að í öllum okkar kringumstæðum. Og Drottinn, við biðjum og þökkum fyrir hvað þú hefur gert, og biðjum þína líkn og þinn kærleika, og yfir okkur bæði lækningu og fyrirgefningu syndana. Jesús Kristur, það enginn sem læknar okkar á synd nema þú. Það enginn sem skrifa nafn okkar í lífsins bók nema þú. Og nú segjum við saman, Jesús, þú ert sonur Guðs. Þú dóst fyrir mig. Fyrirgefðu mér syndir mínar. Gerðu mig að manni eftir þínu vilja. Ritaðu nafn mitt í lífsins bók. Í Jesú nafni. Amen. Ertu einlægur? Ertu heiðarlegur? Ertu þannig við Drottinn að þú vilt gera þetta? Þá veistu að Guð segir við þig, já, ég vil það. Verið þið hughröst, því að Drottinn Jesús Kristur er með ykkur alla daga, allt til enda veraldarinnar. Amen. Gjörðu svo vel, Kitty mín. Drottinn blessi ykkur.